Eða stúkan öll og íslenska þjóðin að tala að þetta hafi verið mikill þjálfarasigur sem var unni hér í kvöld. Ertu sammála ósammála? Já, ég meina bara frábær, bara geðveiki sem að koma okkur tilbaka í þessu. Bara svaðalegt sko. Ekki bara geðveiki, það er ákveðin elja hérna að vera undir á móti svona sterkur liði og ná að vinna það niður eins og við gerðum. Já, bara íslenska geðveikin einhvern veginn, bara trúa alltaf og svo fórum við bara að láta vaða. Þú veist, við erum konir í djúpa hólu að gjörsamlega magnað og ég meina, þú veist, liðið en bara Elvar Már Friðriksson í kvöld, guð minn góður, rosalega. Hvað er að gerast hjá honum undir lokinn? Já, bara eitthvað, bara njóta að vera í körfu og spila og þetta frídóm og allt þetta, þú veist, bara Elvar bara njóta og búinn að kveikja hérna í höllinni og hann átti bara skilið, sko, þetta var geðveikt, sko. Búinn að henda 2 þristum niður í röð, hann fer í þetta skot þarna, þetta lokaskot. Var einhver vafi í hausnum á þér að þetta færi niður? Já, ég meina það var opið skot. Þegar gæinn hoppaði þá var þetta búið. Stutt í næsta leik á móti þessu liði á þeirra heimavelli út í Litháen. Hvað úr íslenska liði sýnt á síðustu árum? Ég meina þið ferðist ágætlega. Þið eru ágættir í að ferðast og sýnið oft góða frammistöður í seinni leikjum. Hvað þarf að varast núna eða hvað þarf að gera svona fyrir þennan næsta leik út í Litháen? Bara svona aðeins að ná löpunum á jörðina og lagfæra svona það sem að var svona, kannski að smiður fara þegar þeir voru að ná þessari fórystu. Þeir var náttúrulega mikið stigum og körfum í gegnum 500 á svona stuttarúlinu þessum flóterum og jumperum, sko. Þess vegna þurfum að bara svona aðeins adjusta á milli leikja og bara sýnir okkur að við getum vunnið á í Litháen og bara trúin og geðveikinn, við förum bara að sækja sigur þangað. Kærar þakkir við þær og góða ferð. Takk fyrir það.